finnast þig elskað og fyrirgaf þér. Hún ætíð skjóð þín sköldur og hlýr. Hún íslenska konan sem þig og þér helgar sitt líf. Með landnemum siglt hún svarrandi haf. Hún sefaði harma, hún vægt hún svaf. Hún þerraði tárin, hún þerraði blóð. Hún var íslenska konan sem alltaf þakka vor þjóð. Hún var ambáttin hljóð, hún var ástkonan rjóð, hún var amma svo fróð. Athvarfum renningsins, inntak hjálpræðisins, líkt frá kyni til kyns. Hún þraukaði hallæri, hungur og fár. Hún hjúkrað og stritaði gleðisnauð ár. Hún í dag fórna sér endalaust mál. Hún íslenska konan sem gefur þér allt sem hún á. Hún brúður sem skín, hún barnsmóðir þín.
Heilsa ykkur öllum í Jesú nafni, kæru ástvinir Láru Lárusdóttur, sem við kveðjum hér í dag. Þegar ung manneskja deyr skyndilega finnum við öll til. Við finnum til vegna hennar sem átti eftir að gera svo margt. Við finnum til með hennar nánustu, fólkin hennar, sem nú þarf að horfast í augu við lífið án hennar. Sárast finnum við til vegna elsku barnan hennar sem hafa misst eitt það mikilvægast í lífinu, mömmu sína. Og við finnum til sem samfélag, vinir, skólafélagar, vinnufélagar og nágrannar og við öll sem hittum hana af og til á þess að þekkja hana mikið en fundum strax hvað hún var einstök og hlý. Alls konar tilfinningar vakna og þær eiga allar rétt á sér. Leyfum okkur að finna til með hvert öðru. Viðurkenna vanmátt okkar gagnvart lífi og dauða og sýna samhug í sorginni. Þannig fetum við veginn áfram saman, verðum vissulega aldrei söm, en hugsanlega dýpri og heilli manneskjur í minningu hennar sem gaf svo mikið af sér. Kæru vinir hér í Reykholtskirkju í dag og í streyminu. Við skulum leyfa okkur að vera í stundinni, leyfa okkur að finna hvernig söngur og talað orð færa smjúin í hjartað. Mig langar að biðja ykkur áður en að lengra haldið að slökkva á símónum ykkar, ekki síst út af útsendingunni sem hér fer fram svo að það trufli ekki hana. En við skulum biðja. Góði Guð, við biðjum návist þína. Við biðjum nærveru þína inn í þessa stund. Við biðjum ljósið þitt inn í myrkrið. Biðjum birtuna þína, Guð, að hún megi umvefja okkur og halda okkur uppi og styrkja okkur. Og við þökkum þér, Guð, fyrir allar minningarnar sem þessi stund helguð. Og við þökkum þér fyrir það að saman munum við áfram skapa minningar og leyfa öllu því góða sem Lára skilur eftir að móta líf okkar og búa með okkur. Já, góði Guð, viltu vera hér með okkur í Jesú nafni. Amen. Lúna sálir öðlast frið og
Ég les úr Davíðssálmi 139. Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það. Og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi það orð á tungu minni að þú, Drottinn, þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst. Hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegri en svo að ég fái skilið og af háleit ég henni eigi vaksin. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stíg upp í heiminin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima að hvílu minni, sjá þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunroðans og settist við hið ysta haf, einnig þar mundi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Og þótt ég segði myrkrið hylji mig og ljósið í kringum mig verði nótt, þá myndi þó myrkrið eigi verða þér og myrt og nóttin lýsa eins og dagur. Myrkur og ljós eru jöfn fyrir þér, því að þú hefur myndað nýru mín, ofið mig í móðurlífi. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður. Undursamlega eru verk þín, það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þér eigi hulin þegar ég var gjörður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáu mig, ég enn var ómyndað efni. Ævidagar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína áður en nokkur þeirra var til orðin. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, lof sé þér Kristur og dýr sé þér Drottinn. Amen. I took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day-old tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made, memories of a life that's been loved. Took the get-well-soon cards and stuffed animals, poured out the old ginger beer down the sink. Dad always told me, don't you cry when you're down, but Mom, there's tear every time that I blink. Oh, I'm in pieces, it's tearing me up, but I know a heart that's broke is a heart that's been loved, so I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings and I'll go. And when God takes you back, he'll say, hallelujah, you're home. I fluffed the pillows, made the bed, stacked the chairs up, folded your nightgowns neatly in a case. John said he'd drive, then put his hand on my cheek and wiped a tear from the side of my face. I hope that I see the world as you did, 'cause I know a life with love is a life that's been lived, so I'll sing hallelujah. You are an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go.
when God takes you back, he'll say, hallelujah, you're home. Hallelujah, you are an angel in the shape of my mom. You got to see the person I have become. Spread your wings, and I know that when God took you back, he said, hallelujah, you're home. Ég les úr Rómverjabréfinu 8. kafla. Hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð er með oss, hver er þá á móti oss? Jesús Kristur er sá sem dáinn er og meir en það, hann er upprisinn. Hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauðinn né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað muni geta gert oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú, drottni vorum. Þannig hljóðar Guðs heilagt orð, já Guði sé þakkargjörð. Heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Jesú nafni. Jesús segir, ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara, að hann sé hjá yður að eilífu,
anda sannleikans sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlausa, ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar, þér munuð sjá mig því ég lifi og þér munuð lifa. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki, né hræðist. Amen. Þar sem englarnir syngja, sefur þú, sefur í djúpinu væra. Við hin sem lifum í trú, að ljósi bjarta skæra. Veki þig með sól að morgni, veki þig með sól að morgni. Drottinn faðir lífsins ljós, lát náð þína skína svo blíða. Minn styrkur þú ert, mín lífsins rós, takk burt minn myrka kvíða. Þú vekur hana með sól að morgni, þú vekur hana með sól að morgni. Faðir minn, láttu lífsins sól
Ég hef verið beðin fyrir kveðjur hingað í dag. Innilega samúðar kveðjur og minning Láru lifir með okkur. Það fyrst frá Ásu og Kalla, Trausta Rún, Matthildi Níels Hafsteini og Kamilu Ásu. Og þau Arnar M. Róbertsson og fjölskylda og Þórhallur Björnsson og fjölskylda hans í Noregi senda sínar bestu kveðjur og eins Guðjón Guðmundsson og Magnea Helgadóttir sem að kenndi henni Láru á Kleppjárnsreykjum og fjölskyldan á Eyjum 2 í Kjós, Ólafur Magnús Magnússon, Sigrún Bjarnadóttir og Magnús Sæmundsson og þá barst líka kveðja frá henni Söru Björg Sigurðardóttur og fjölskyldu hennar þau senda hlýtt faðmlag og blessunaróskir. Og ég veit að það eru margir með okkur hér í dag í huganum eða á streyminu, margir sem finna til og vilja senda góðar bænir og sinn kærleika hingað til ykkar kæra fjölskylda. Já, náð sé með ykkur og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Amen. Hér í upphafi spilaði hann Viðar fyrir okkur fallegt lag úr kvikmyndaheiminum, í sem líður himininn, full kærleika og birtu, draumur hlýja vinda sem blása yfir byggð og ból. Já, við þörfnumst þess svo mjög að fá að láta okkur dreyma. Og þegar okkur dreymir erum við minnt á að missa ekki trúna og kærleikan og vonina, birtuna og hlýjuna. Og við þörfnumst þess að vera hér fyrir hvert annað, hlú hvert af öðru og samtengjast í reynslu okkar. Þegar harmurinn ýfir líka upp gömul sár. Og við finnum til hvert með öðru þegar lífið svo allt öðruvísi en við hefðum óskað. Engin orð ná yfir þá sorg sem hér ríkir í dag. Þá sorg sem flæddi yfir eins og brotsjór fyrir 2 vikum þegar hún Lára lést svo skyndilega þann 9. janúar síðastliðinn. Andlát hennar hörmulegt slys sem við óskum heitt að við hefðum geta komið í veg fyrir. En ekkert okkar sá þetta fyrir og þá alls ekki heldur hún sjálf sem var með alls konar áætlanir nám og vinnu og góðar samverustundir með elsku Eik og Rún, með fjölskyldu, vinum og vinnufélögum. Og hér af loftinu söng Freyjukórinn áðan með orðum Ellenar Kristjánsdóttur: Litla ljósið bjarta, grætur þú fagra liljurós, komdu til mín og ég skal þerra þig og þín döpru hvarma ljós. Já, við höfum fegin viljað þerra tárin hennar Láru og það gerðu þið svo sannarlega fólkið hennar. Þegar lífið með þessum erfiða sjúkdómi, geðhvörfum eða bípólar varð henni erfitt. Og nú eru það dætur hennar sem við í sameiningu munum annast hvert á okkar hátt. Umfram allt, Logi og Melkorka sambýliskona hans, Valdís og Lárus foreldrarnir ásamt Björkonum 2, ömmu og systur og Pétri bróður, að óglemdum Ingo og Sigga foreldrum Loga. Gleymum því ekki að Lára var ekki sjúkdómurinn eins og konan okkur komst að orði á vinnustað hennar. Hún var ekki sjúkdómurinn sem hún greindist með á fyrsta ári háskólanáms í efnafræði. Lára var bara Lára. Og það var sko ekkert bara. Meistari armbeyjukeppninnar, snilldar leikkona, einhver ykkar mun eftir Sofíu frænku í Andakílsskóla, frjálsíþróttakonan með alla verðlaunapeningana sem þær systurnar sýndu mér stoltar daginn, skíðakonan, nammigrísinn og heilsupostulinn,
Allt þetta og svo miklu fleira var hún. Og umfram allt elsku mamma og systir og dóttir, barnabarn, frænka og vinkona. Lára fæddist í Reykjavík fyrir rúmum 33 árum, þann 5. ágúst árið 1992. Hún var skírð í Reynivallakirkju eins og yngri systkini hennar síðar. Þaðan fermdist hún líka, en rætur fjölskyldunar eru í Kjósinni. Foreldrar Láru, Lárus Pétursson og Valdís Magnúsdóttir, fluttu á Hvanneyri þegar Lára var nýfædd. Fjölskyldan bjó í Svíþjóð í nokkur ár, en kom aftur hingað í Fjörðinn fagra þegar Lára var að byrja í skóla. Fyrst í Andakílsskóla og síðan á Kleppjárnsreykjum. Einn kennarinn hennar frá Kleppjárnsreykjaskóla rifjar svo fallega upp að hún ungað árum var fengin til að kenna þessum orkumikla og stóra bekk sem Lára og Logi voru í. Þau urðu öll góðir vinir hennar og allra sem að allir urðu góðir vinir Láru sem henni kynntust. Já, þau Logi Sigurðsson urðu kærustupar strax í grunnskóla í lok árs 2006, 14 ára, og fóru svo saman í nýstofnaðan menntaskóla Borgarfjarðar, MB. Þaðan útskrifaðist Lára á 3 árum, en þá var menntaskólinn eða þá 4 ár. Hún var kölluð Lára Klára, afburða vel gefin. Fékk 9,49 meðaleinkunn á stúdentsprófinu. Munaði mjög litlu hún yrði dús. Eftir hún hætti í efnafræðináminu fór hún í sitt svið, annað svið. Hún átti svo mörg svið hún Lára. Það voru íþróttirnar. Lauk grunnnámi og seinna meistaranámi í íþrótta- og heilsufræði frá menntavísindasviði Háskóla Íslands. Hún sýndi mikla þrautseigju og hugrekki í veikindum sínum að finna öllum sínum hæfileikum farveg í námi og svo í starfi. Já, ég minntist aðeins á hana Sofíu frænku. Sum ykkar muna líka eftir Sölku Völku yngri á sýningum Ungmennafélagsins í Brautartungu. Hún lék líka með Ungmennafélaginu og sýndi í Brún. Svo lærði hún í 10 ár á píanó hjá henni Dóru Ernu sem hér spilar í dag og einnig það lék bókstaflega í höndunum á henni. Sem barn og unglingur æfði Lára frjálsar íþróttir og var sérlega spretthörð þó hún væri ekki há í loftinu. Hún hafði sjálf gaman að því að segja frá því í íþróttafræðináminu. Þá var hún notuð til að sýna nemendum sínum réttu tæknina í hástökki. Og kennarinn sagði við hann, hún hefði hreinlega allt sem þyrfti til að ná árangri þeirri íþrótt, nema þetta eina, hæðina. Þetta fannst henni sjálfri mjög sniðug saga. Já, hér inni eru vinnufélagar líka úr Geirabakaríi og leikskólanum á Andabæ, þar sem Valdís mammenar hefur unnið svo lengi. Hún kenndi líka eins og Björk systir við Menntaskóla Borgarfjarðar 1 vetur og var víðar við starf og kennslu. En síðustu 2 árin starfaði Lára sem móttökustjóri hjá Háskólanum á Bifröst hér á starfsstöðinni á Hvanneyri. Þar sinnti hún annarsömu starfi, varð mjög umfangsmikið þegar breytingar urðu á skólagjöldum, en það gerði hún af mikilli prýði ásamt sínu samstarfsfólki og þeim þóttu öllum afar vænt um hana. Já, hún var dugleg og kraftmikil kona sem tók að sér allt og sagði alltaf já, stundum kannski of mikið, en var alltaf tilbúin að leggja hönd á plóg. Og hún vildi skapa sjálfri sér og sínum eins eðlilegt líf og unnt var í skugga þessa sjúkdóms. Lára giftist Loga, æskuástinni sinni, á fallegum sumardegi fyrir bráðum 7 árum. Þá voru þau orðin stoltir foreldrar Eikar,
sem fædd 15. október árið 2015 og haustið eftir brúðkaupið fæddist svo Rún þann 23. október 2019. Og þau byggðu sér hús í Steinahlíð í Lundareykjadal þar sem foreldrar Loga búa. En eftir skilnaðinn fyrir 2 árum flutti Lára aftur á sínar heimaslóðir á Hvanneyri og var nýflutt í Ugluflöt 4 þegar hún lést. Undanfarin misseri var Lára í sambandi með Hlyn Jóhannssyni. Lára var mikil mamma. Hún lagði sig fram við að vera dætrum sínum stoð og stytta eins og getan leyfði. Hún var svo hlý og góð manneskja. Hún mátti ekkert aumt sjá og í eðli sínu var hún glaðlynd og bjartsýn með sitt fallega bros og smitandi hlátur. Það svo margt sem hægt var að segja hana Láru og mörg ykkar hafa skrifað inn á samfélagsmiðla eða á minningabókin á netinu eða sent fjölskyldunni beint ykkar kveðjur. Það fallegt og gott og mikilvægt fyrir Eik og Rún að eiga seinna meir allar fallegu sögurnar og minningarnar sem þið geymið í hjarta ykkar. Ég hvet ykkur til þegar þið hittið þessar 2 yndislegu stelpur þegar var orðnar fullorðnar að segja komiði sælar. Ég þekkti mömmu ykkar og segja skemmtilega og góða sögu og þannig halda með ykkur minningarnar á lofti og minna þessar elsku stelpur á hvað mamma þeirra var dásamleg. En áðan heyrðum við lag sungið eftir Ed Sheeran sem orðið vinsælt við útfarir allan heim. Hann samdi þetta bara fyrir útför ömmu sinnar en var hvattur til þess að leyfa fleirum að heyra. Og í öllum sínum einfaldleik þá endurspeglar þetta lag þessar djúpu tilfinningar sem missir ástvina vekja hjá okkur og hvað það sársaukafullt að kveðja. En við erum líka minnt á að þakka fyrir lífið og ástina sem bindur okkur saman. Þó hjart okkar sé í molum og sársaukin mikill það vegna kærleikans. Það í kærleikanum, í ástinni, í væntumþykjunni sem lífið býr í raun og sann. Já, elsku fjölskylda Láru, allir vinirnir, sveitungarnir og samstarfsfólkið, já, öll þið sem eruð hér í dag svo mörg eða horfið á í streyminu. Síðustu vikur hafa verið gríðarlega þungar. Það ekkert sem getur bætt ykkur þann missi sem þið hafi orðið fyrir. En enn og aftur minni ég okkur á að hughreysta hvert annað og rifja upp góðu minningarnar og spaugilegu atvikin og finna kærleikann í hjartanu og allt þetta dýrmæta sem Lára skilur eftir sig. Trúin okkar segir okkur að lífinu ljúki ekki við andlát líkamanns. Ég lifi og þér munuð lifa, segir Jesús Kristur. Hvernig lífið heldur áfram vitum við ekki nákvæmlega og höfum kannski ólíka sýn á það. Oft notum við orðið himnar til að tákna tilvistina þegar lífinu hér lýkur. Eitt sem var prestur spurður, hvernig á himnum? Hvernig erum við á himnum? Barn sem spurði og svarið sem kom í hugan var einhvern veginn svona: á himnum erum við upp á okkar besta, eins og við getum orðið best. Besta útgáfan af sjálfum okkur stundum sagt í dag, einhvern veginn uppfylling alls þess dýrmæta og einstaka sem Guð lagði inn í líf okkar frá byrjun lífsgöngunnar. Já, á himnum megum við vona og sjá fyrir okkur að allir okkar góðu hæfileikar nýtist án þess sem að vill flækjast fyrir okkur hér á jörðu, að við fáum að blómstra án hindrana. Og kannski getum við séð hana Láru fyrir okkur frjálsa og glaða á hestbaki á himnum. Því það var eitt af því sem hún hafði mikla ánægju af, á hestbaki á himnum.
Þannig getum við til dæmis séð fyrir okkur tilvistina sem nú hefur tekið við henni og það góð og huggunarík tilfinning að fá að sjá sálina frjálsa sem skýin fljótandi á himnum, sem hlýjan vind sem breiðir sig yfir jörðina, sem birtu og yl og kærleika sem aldrei hverfur. Því Guð kærleikur og í Guði eigum við líf án enda. En auðvitað viljum við eins og Lára sannarlega vildi allra helst lifa sem lengst og best hér á jörðinni. Það viljum við, fá að njóta okkar hér og nú. Og það gerði hún líka hún Lára, þessi orkumikla og hæfileikaríka manneskja, elsku mamman ykkar Eyrún, sem gaf ykkur allt það besta sem hún átti til og átti svo margar góðar og dýrmætar stundir, gleymum því aldrei. Já, við varðveitum myndina af henni í hjarta okkar og huga, staðráðin í að vanda okkur öll og efla lífið hvert í öðru, sýna samhug og dug gagnvart verkefnum lífsins, í þakklæti og í von. Lára Lárusdóttir, blessuð sé minning þín. Amen. Blíða drottning
Jesú nafni. Guð, við þökkum þér fyrir lífið sem þú gefur okkur. Við þökkum þér fyrir lífið hennar Láru. Þökkum þér fyrir hvert sporið hennar í lífinu. Þökkum þér fyrir allt það góða sem hún var og gaf og sem hún sínu fólki og öllum sem að urðu á vegi hennar. Við biðjum Guð nærveru þína. Nærveru þína sem ekkert getur rifið okkur í burtu frá. Að við megum finna kærleika þinn Guð sem umlykur líf okkar. Að þú komir með þína návist inn í tárin okkar, inn í sorgina. Og við biðjum í dag fyrir Eik og Rún og öllum þeim sem að elska hana Láru. Og þökkum þér fyrir það, Guð, að þú vakir yfir þeim. Við biðjum þig að gefa okkur öllum styrk og hugrekki til að efla lífið og ganga fram í kærleika. Og allt það sem býr í hjart okkar, allt hið liðna og allt sem framundan og einmitt þetta augnablik núna, viljum við fela góðum Guði með orðum Jesú og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorar skuldunum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Hvert örstutt spor var auðnuspor með þér, hvert andartak tafðir þú hjá mér. Var sólskin stund og sælu draumur hór, minn sátt máli við Guð 1000 ár. Gjörðu svo vel, rís úr sætum. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús segir: Ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Sáð dauðlegu, en upprís ódauðlegt. Sáð í veikleika, en upprís í styrkleika. Sáð jarðneskum líkama, en upprís andlegur líkami. Já, af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Amen.
Þær hafa skreytt kistunina mömmu sinna svona fallega, systurnar, og nokkrir fleiri gerðu það í gær. Yndislegt að sjá öll fallegu hjörtun. Og þegar við nú göngum út á eftir kistunni, að þá biðst ykkur að signa yfir hér frammi. Ég bið ykkur að mynda 2 raðir. Nánustu aðstandendur Láru munu fara í kirkjugarðinn á Hvanneyri og heilsa ykkur svo að þegar að þau koma í menntaskólann, þar sem að boðið er upp á kaffi, og ég hvet ykkur til þess að byrja strax að fá ykkur þegar þið komið þangað. Og að því að við erum svo mörg hér í dag að þá er mikilvægt að bara ganga fram og signa yfir og fara síðan í sinn bíl. En við ljúkum með litlu vers eftir séra Hallgrím og blessunarorðunum. Svo láttu mína sálu nú sjá þig í einni réttri trú, vertu sjálfur ljósmóðir mín. Mín sál fæðist í hendur þín. Já, Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesú Krist. Amen.